Velkomin, ég heiti Signý, ætla að leiða ykkur í gegnum tíma í dag eða kvöld eða hvenær sem þú ert að horfa. Með mér í dag er hún Helga. Við ætlum að vinna með í rauninni bara allan líkamann í tímanum í dag. Þessi tímar heita Sacred Vinyasa, þannig ég mæli með að þú búi til gott rými í kringum þig, kveikir jafnvel á nokkrum kertum og bara undirbúir bæði rými og líkama fyrir það sem koma skal. Ok, við ætlum að byrja hérna í stöðu barnsins. Stóru tærnar saman, hnén í sundur og ganga höndunum fram. Og hérna strax erum við að setja tóninn fyrir tíman, byrjum að fókusa á öndunina. Í jóga vinnum við með haföndun, þar sem við öndum inn á eðlilegan máta, en þegar við öndum frá þá erum við aðeins að þrengja hálsinn svo það heyrist pínlítið í okkur. Og hérna finnum við þegar við erum í stöðu barnsins að við tökum ennþá betur eftir hversu djúpt við þurfum að anda til að anda inn í öll lungun. Þannig að hérna vil ég sjá að bakið sé pínlítið að lyftast upp á innöndun og falla aðeins niður á fráöndun. Í gegnum allan tíman þá nýtum við öndunina til að halda okkur á staðnum, til að halda orkunni uppi og til að halda uppi innri hita. Áður en við byrjum, það oft gott að byrja á því að setja ásetning. Einhver ásetningur sem hvetur okkur í gegnum tíma í átt að okkar markmiði, hvort sem það er að vera aðeins mýkri eða pínlítið harðari við sig. Tökum nokkrar umferðir af öndun í viðbót. Reynum sirka að halda innöndun og fráöndun jafn langri. Og þá ætlum við að setjast upp, koma aðeins nær með hnén og sitja á hælunum. Setjum hendurnar á lærin og svo fráöndun ætlum við að gera krippu á bakið, slæta höndum í átt að hnjám og horfa niður í átt að nafla. Á innöndun slætum við höndunum aftur í átt að mjöðmunum, þó sem herðablöðin nær hvor öðru, horfum fram eða upp. Fráöndun búum til krippu. Innöndun finnum fettu. Fráöndun krippa. Innöndun fetta. Með hverri endurtekningu verður hreyfingin stærri og við lendum betur inn í líkamanum. Næst þegar við búum til fettu þá ætlum við að stoppa þar. Við ætlum að taka hægri höndina, setja hann fyrir aftan hægri fótinn, teygja vinstri höndina fram, lyfta vinstri höndinu upp, lyfta mjöðmunum upp í átt að hönd og teygja okkur svo aftur. Lengja á allri vinstri hliðinni. Setjum svo aftur niður, setjum vinstri hönd fyrir aftan vinstri fót, hægri höndin fram, upp í átt að lofti, lyftum, lengjum og teygjum okkur aftur. Setjumst niður, höndin niður, endurtökum aftur, vinstri höndin fram, upp, mjöðmun fylgir. Setjumst niður, höndin niður, þá það hin hliðin, hægri höndin fram, hægri höndin upp, lengjum,
Setjumst niður. Nú ætlum við að vera alveg saman með hnén, saman með fæturna, teygja hendurnar aftur og slaka kollinum niður. Finna hérna krippu á bakið. Ef við finnum hérna að það er verið að þrengja að öndunni, þá er hægt að aðskilja fæturnar aðeins meira. En ef þessi staða er þægileg, þá höldum við henni bara eins og hún er. Aftur hérna færum athyglina að öndunni. Nokkrar umferðir af öndun í viðbót. Og þá ætlum við að horfa fram, teygja hendurna fram, koma svo með axlir fyrir ofan hendur og við lendum inn í tabletop. Hérna ætlum við að pressa báðum lófum niður í gólfið. Og síðan ætlum við að færa herðablöðin í áttina að hvoru öðru og tosa svo herðablöðin í sundur. Flott. Herðablöðin saman, allt annað er sterkt og beint og svo herðablöðin í sundur. Akkurat. Nokkru sinnum í viðbót. Finnum hérna styrkin í svæðinu milli herðablaðana. Höldum í styrkin í kórinu. Og varlega hérna finnum nútral staðsetningu fyrir herðablöðin. Við erum hvorki að ýta þeim saman né tosa þau í sundur. Tosum naflann upp í átt að hrygg, pressum lófunum niður, setjum tærnar undir fæturna og lyftum hnjánum sentimetra frá gólfi. Hérna erum við byrjuð að fara í áttina að því að virka innri hitann. Finnum hérna. Kórið er að vinna, axlirnar er að vinna, jafnvel fótleggirnir. Og hérna ef við viljum finna meira, þá getum við komið hærra upp á tærnar og tosa hnén nær upp handleggjanum. Flott. Höldum hér, ýtum gólfinu frá okkur, 3, 2, lyftum mjöðmunum upp í átt að lofti og við erum lent inn í hundinum sem horfi niður. Göngum okkur aðeins á staðnum, beygjum annað hnéð vel meðan við réttum úr hinu og hérna hvet ég til að fara svolítið inn á við. Hvar er það sem við finnum fyrir stífleika? Hvar þarfnast líkaminn þess að við opnum aðeins betur á hann? Hérna er til dæmis hægt að fara upp á tær á báðum fótum, setja svo hælana í aðra áttina. Beygja svo pínlítið hnén og ýta mjöðmunum aftur þannig við fáum góða hliðar teygju. Aftur inn á miðju, taka svo hina hliðina. Finnum svo miðju, nú ætlum við öll að koma upp á tær, við ætlum að beygja hnén vel þannig að ýtir svolítið í sundur. Ýta mjöðmunum lengst aftur, droppa bringunni pínlítið niður og koma svo fram í planka. Fráöndun koma aftur í sömu stöðu, þannig að beygð hné, mjaðmirnar aftur, bringa niðri, akkurat. 2 í viðbót, innöndun fram, höldum í styrkin. Og fráöndun, ýtum okkur aftur. Einu sinni enn innöndun fram og fráöndun aftur. Þá ætlum við að lyfta mjöðmurum upp og koma aftur inn í venjulegan niðurhund. Göngum okkur pínlítið á staðnum, hérna getum við prófað að beygja annan olnbogann í einu, aðeins undir þannig upp á okkur. Finnum svo miðju, horfum milli handa og við ætlum að ganga fótum að höndum þannig að hællinn snert alltaf fyrst. Þannig að heel-toe, 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 eins langt og við komumst, grípum svo sitthvoran olnbogann og leyfum okkur hérna að hanga fram, ragdoll. Kingum kolli, hristum höfuð og færum svo svolítið þyngdina milli hliðana. Þannig að þyngdin í hægri fót,
þyngdin í vinstri fót. Sveiflum olnbogunum aðeins milli hliðana. Kinkum kolli, hristum höfuð, endum á því að kinka kolli. Og hérna ætlum við að sleppa olnbogunum, slaka höndunum niður, haki í átt að bringu og hryggjarlið fyrir hryggjarlið komum við alla leiðina upp í standandi stöðu. Nú erum við lent inn í fyrstu standandi stöðuna, Samasthiti Hi. Stóru tærnar snertast, hælarnir aðeins í sundur, hendur meðfram hliðum og lófarnir vísa pínulítið fram. Og hérna ætlum við að byrja að granda okkur. Þannig við tökum eftir hvernig við erum að dreifa þyngdinni á líkamanum yfir iljarnar. Getum prófað að færa þyngdina meir í tábergið, meir í hælana og finnum svo þessa fullkomnu miðju. Þá ætlum við að byrja að vinna með lásana. Þannig að við vinnum með múlabanda, grindabásvöðvarnir, hugsum eins og hengirúm sem við ætlum að strekkja á eða lyfta pínlítið upp. Og svo Uddiyana banda er neðanverður kviður, þannig við tósum naflann pínlítið inn og lyftum upp. Í gegnum allan tíman ætlum við að halda þessum lásum læstum, þannig að gott að hugsa við sem ekkert að virkja meir en svona 30–50% max. Og hérna finnum við að þegar við virkjum þessi svæði, þá þurfum við að leyfa brjóstkassanum að þenja svolítið betur. Þá ætlum við að fara í gegnum 3 umferðir af sólarhyllingu A, Surya Namaskara. Þannig á innöndun teygjum við hendur upp í átt að lofti, horfum upp, sjáum lófana snertast og fráöndun beygjum frá mjöðmunum, hendur koma niður í gólf. Innöndun finnum flatt bak, fráöndun lófarnir alveg niður í gólfið, beygjum hnén ef við þurfum og svo stígum við eða stökkum fótum aftast á dýnu og lendum í planka. Og hérna ætlum við að muna það sem við æfðum áðan með herðablöðin. Við erum hvorki að tósa þau sundur né ýta þeim saman, haldi í innan styrk. Og síðan annaðhvort á hnjánum eða á tánum tökum við þrönga armbeygju, olnbogarnir upp við líkamann og síðan tósum við bringuna fram og hérna herðablöðin saman, herðablöðin niður eftir bakinu, horfum fram eða upp. Fráöndun, rúllum yfir tærnar og hittumst inn í hundinum sem horfi niður. Hvíldarstaða. Í gegnum allan tíman, ef á einhverjum tímapunkti við viljum hvíla, þá getum við annaðhvort komið í þessa stöðu eða komið í fyrstu stöðuna, stöðu barnsins. Höldum athyglinni á önduninni. Komum síðan upp á tær, beygjum okkur í hnjánum, stígum eða stökkvum, fótum milli handa, finnum flatt bak og gefum eftir enn í 8 sköflungum. Innöndun alla leiðina upp, teygjum hendur upp í átt að lofti og slökum svo bara handleggjunum niður, erum aftur lent hérna í Samasthiti Hi. Grándum okkur, læsum lásunum, finnum hérna. Og innöndun hendur upp, horfum upp, lengjum upp eins og við sem að teygja okkur í eitthvað og fráöndun beygjum frá mjöðmunum, hendur niður í gólf. Innöndun finnum flatt bak, fráöndun lófarnir niður, stígum stökkum, planki, chaturanga, innöndun upp hundur, opna vel, herðablöðin saman, niður eftir bakinu og niður hundur. 5, 4, 3, 2, upp á tær, beygjum okkur í hnjánum, stígum stökkum, finnum flatt bak og slökum niður enn í 8 sköflungum. Innöndun alla leiðina upp, teygjum okkur upp, lengjum úr okkur og slökum bara handleggjunum niður, Samasthiti Hi. Innöndun hendur upp, fráöndun leggjum okkur saman. Innöndun flatt bak, lófar niður, stígum stökkum, planki, chaturanga, upp hundur og niður hundur. Tökum hérna eftir, líkaminn er byrjaður að hitna. Komum upp á tær, beygjum okkur í hnjánum, stígum stökkum, finnum flatt bak og slökum niður. Innöndun alla leiðina upp, teygjum okkur upp, lengjum úr okkur og bara handleggirnir niður.
Ok, þá það sólarhylling B, fyrsta staða, stóllinn. Beygjum okkur í hnjánum, hendur upp. Reynum hérna að finna beina línu frá fingrum og alla leiðina niður að mjöðmu. Rúllum rófubeinu pínulítið undir okkur þannig við finnum að korið virkjast. Pressum lærunum í áttina að hvor öðru, setjumst aðeins dýpra. Horfum á milli lófanna, kannski snertast lófarnir og fráöndun hendur niður, mjaðmir upp. Innöndun flatt bak, fráöndun lófar niður, stígum stökkum, planki, fráöndun chaturanga, innöndun upp hundur og fráöndun hundurinn sem horfi niður. Þá ætlum við að tósa hægra hné undir bringu og færa axlir fyrir ofan lófa, tiger curl. Og ætlum að finna hérna, við erum að virkja framavert lærið, hipflexorinn og korið og pressa okkur saman. Þá ætlum við að kreppa hægri ökkla, stíga hægri fæti milli handa, vinstri hælli niður í gólf, hendurnar upp í loft, stríðsmaður 1, hendur beint upp, horfum fram. Finnum hérna að hægri mjöðm og vinstri mjöðm í sömu fjarlægð frá styttri partinum á dýnunni. Erum að reyna að skvera þær að styttri partinum. Og hérna ætlum við að sjá hvort við getum rúlla rófubeinu aðeins undir okkur, bara pínulítið, þannig við finnum að við erum að kveikja á kviðnum. Horfum upp milli lófa, kannski saman með lófa og hendur niður, sikkurum megin við fótinn. Pressum lófunum niður, stígum aftur, chaturanga. Upp hundur og niður hundur. Vinstra hné undir bringu, tiger curl, stoppum hér. Pressum lófunum niður eins og við sem reyna að ýta gólfinu frá okkur. Erum að pressa hné í átt að bringu. Lyftum hnénu aðeins hærri upp, flott, kreppum ökklan og stígum fætinum fram. Hægri hælli niður í gólf, mjaðmirnar niður og hendurnar upp. Og hérna erum við að færa hægri mjöðm í átt að vinstri mjöðm í átt að hægri mjöðm, þannig að mjaðmirnar eru sterkar. Kannski kemst vinstri mjöðminn aðeins aftar, akkurat. Rúllum rófubeinu pínulítið undir okkur, flott. Horfum upp milli lófa, lófarnir snertast og hendur niður, sikkurum megin við fótinn, stígum aftur í planka, chaturanga, upp hundur, opnum vel og niður hundur. Færum athyglina aftur á andardráttinn. Kannski þurfum við að dýpka hann, kannski þurfum við aðeins að hægja á honum. Þá komum við upp á tær, beygjum okkur í hnjánum, stígum eða stökkvum, flatt bak, slökum niður, mjaðmir niður, hendur upp, stóllinn, út katasana. Finnum hérna lærin saman, pressa þeim saman þannig við finnum styrkinn í fótleggjónum. Rúllum rófubeinu aðeins undir okkur, kveikjum á korinu, horfum upp milli lófa og svo ætlum við að standa upp, hendur með fram hliðum. Innöndun aftur inn í stólinn. Akkurat. Og fráöndun hendur niður, mjaðmir upp, pressum okkur saman. Innöndun flatt bak, lófar niður, planki, chaturanga, upp hundur, niður hundur. Hægra hné undir bringu, stígum fætinum fram, stríðsmaður 1, hendur upp, lendum í stöðunni og þá hendur niður, stígum aftur, flæðum í gegn. Fylgjum eigin öndun, ein hreyfing, ein öndun. Vinstra hné undir bringu, stígum fætinum fram, stríðsmaður 1, lendum. Hendur niður, stígum aftur, flæðum í gegn. Höldum í virkninni í lásunum, höldum jafnri öndun og hittumst inn í hundinum sem horfi niður. Pressum lófunum niður. Pössum að vísifingurnir vísi fram, hælarnir vísi aftur og tærnar vísi fram. Komum þá upp á tær, beygjum okkur í hnjánum, stígum stökkum, fótum milli handa, flatt bak og enn í átt að sköflungum. Út katasana, mjaðmir niður, hendur upp, finnum styrkinn og stöndum upp, hendur með fram hliðum. Þriðji og seinasti, innöndun, setjumst inn í stólinn. Fráöndun, fram beygja. Innöndun, flatt bak.
Lófar niður, stígum, stökkum, planki, chaturanga, upp hundur, niður hundur, hægra hné undir bringu, stígum fætinum fram, stríðsmaður 1. Hendur niður, stígum aftur, flæðum. Hittumst inn í niðurhundi. Vinstra hné undir bringu, stígum fætinum fram, höldum í styrkin, höldum í öndunina, teygjum okkur upp. Og hendur niður, stígum aftur, flæðum í gegn. Og niðurhundur í 5, dýfkum öndunina. 4, 3, 2, upp á tær, beygjum okkur í hnjánum, stígum, stökkum, flatt bak. Og slökum niður, út Utkatasana, mjaðmi niður, hendur upp, hendur fyrir framan hjarta, upp á tær, niður með mjaðmir, hnén út, hendur fram og slökum hérna, passív frambeygja. Leyfum hnjánum að falla í sundur. Hérna getum við annaðhvort teygt hendurnar fram eða teygt hendurnar aftur og gripið utanvert hælana eða ökklana. Og ef við grípum þar þá gott að leyfa kollinum bara að falla niður. Ef við teygðum hendurnar aftur, þá ætlum við að setja þær fram. Ef hendurnar voru frammi, þá tökum við þær aðeins aftur af því að hendur ætla að lenda undir öxlunum. Horfum fram, hoppum fótunum aðeins í sundur og komum inn í Yogi Squat, Malasana. Tærnar vísa út, hælarnir vísa inn og hérna hægt að nota olnbogana til að ýta hnjánum út. Getum annaðhvort verið í kjur eða aðeins hreyft okkur milli hliðanna. Lokum augunum, lendum inn í líkamanum, leyfum mjöðmunum að vera þungum. Þá setjum við hendurnar niður í gólf, opnum augun, lyftum mjöðmunum upp, göngum fótum í mjaðmabreidd, písfingur grípa utanvert stóru tærnar. Færum þyngdina aðeins fram, olnbogarnir út og kollurinn niður. Fyrsta djúpa frambeygjan í dag. Hérna viljum við færa þyngdina í 8 tábergi. Gott að gefa pínlítið eftir inn í hné. Sjá hvort við getum lengt aðeins meira úr hryggnum. Og síðan byrjum við að rúlla rófubeinu aðeins betur upp í átt að lofti. Nýtum styrkinn í kórinu til að pressa okkur saman. Gott. Og þegar við finnum að teygjan er farin að minnka, þá getum við haldið áfram að færa þyngdina pínlítið framar. Höldum hér. Stöðugt að lengja úr hryggnum. Í 3, í 2 og næsta innöndun finnum flatt bak, sleppum gripinu. Næsta staða, Padahastasana, górillu staða. Setjum lófana undir fæturna, fingurnir vísa í átt að hælunum og hérna viljum við að tærnar nemi við úlliðina. Leyfum höfðinu að vera þungu, gefum aðeins eftir inn í hné og sama prinsip hérna. Þyngdin svolítið fram, rófubeinið aðeins upp, virkja kórið, pressa sig saman, halda. Dýfsta frambeygjan hinga til, 3, 2 og 1. Hendur undan fótum, setjum hendur niður í gólfið, finnum flatt bak. Naflinn inn, teygjum hendur fram, erum eins og ell á hvolfi. Naflinn inn, pressum hælunum niður og komum svo alla leiðina upp, teygjum hendur upp í átt að lofti og slökum handleggjunum niður. Lendum hérna, dýfkum öndunina.
Næsta innöndun, teygjum báðar hendur upp í átt að lofti, nú ætlum við að horfa fram. Við ætlum að koma saman með lófana og krossa þumlana. Teygja fingurna upp í átt að lofti og tósa naflann inn og rúlla rófubeinina aðeins undir, þannig að lítil fetta hérna. Ja, minnka fettina hérna. Svo ætlum við að fara inn í side stretch, þannig við ætlum að færa mjaðmirnar pínlítið til vinstri og teygja okkur svo yfir til hægri. Flott. Halda fótleggjunum sterkum, jöfn þyngd í báðum fótum, teygja í gegnum fingurna, í 3, kannski aðeins dýpra, rúllum vinstri öxlinni aðeins aftur, 2 og innöndun alla leiðina upp, núllstillum á okkur hrygginn, hreyfum okkur til ef við þurfum og aftur hérna, lengja fingurna lengst upp, færa mjaðmirnar aðeins til hægri og teygja okkur yfir til vinstri. Pressum báðum fótum jafnt niður og hérna erum við að reyna að vera alveg á hlið. Þannig að rúllum hægri öxlinni pínulítið aftur, akkurat. Teygjum okkur aðeins betur, 3, 2 og við komum inn að miðju. Á fráöndun ætlum við að leggja okkur saman. Á innöndun finnum við flatt bak. Lófa niður, stígum, stökkum, planki. Chaturanga upphundur og niðurhundur. Nú ætlum við að lyfta hægri fæti hátt upp í átt að lofti, erum komin inn í þrífætta hundin. Hérna ætlum við að beygja hægra hné þannig að hællinn fari í átt að sömu mjöðum og svo ætlum við að teikna stóra hringi með hnénu. Allan tíman erum við að pressa lófunum niður og ýta vinstri mjöðminn svolítið aftur. En stóri hringir og við mögulega getum gert og hérna viljum við passa að hreyfingin komi frá mjöðminni en ekki hnénu. Skiptum hring. Og síðan ætlum við að teygja fótinn beint aftur, tosa svo hné undir bringuna, tiger curl, stíga fætinum fram. Nú ætlum við að setja vinstra hnéð niður í gólfið, vinstri lófi niður í gólf undir vinstri öxl og við teygjum hægri höndin upp. Naflinn inn, finnum styrkinn í mjöðmunum og síðan ætlum við að teygja hægri höndina aftur og teygja vinstri höndina fram. Þannig við reisum okkur upp, flott, og hérna viljum við láta hægra hnéð vísa beint fram. Þannig við finnum virknina innanvert í lærinu. Halda hér eða hægri hönd á aftanvert vinstra læri og vinstri höndin upp og aftur. Hérna viljum við leyfa mjöðmunum að fara pínulítið fram. Akkurat, teygja vinstri höndina aðeins betur aftur, lengja og svo báðar hendur niður, stígum aftur í planka, yogis choice, annarkvort að flæða í gegn eða hitta okkur inn í hundinum sem horfi niður. Ok, hinn hliðin, vinstri fótleggurinn upp. Beygjum hnéð, hællað sömu mjöðum og svo stóri hringi með hnénu. Pössum að hreyfingin komi frá mjöðmunni og hérna gott að hugsa að hnéð fyrir næstu því að bringunni, beint út utan við mjöðmuna og svo eins langt aftur og það kemst. Og við svissum hring, jafn stóri hringir. Munum eftir handleggjunum okkar, þeir eru sterkir, axlirna líka og teygjum svo fótinn aftur, lengjum og hné undir bringu, þaðan fóturinn milli handa, hægra hné niður í gólf og hérna hægri höndin niðri og vinstri höndin teygir sig upp í loft. Erum komin hérna inn í vindu og strax hérna ætlum við að finna styrkinn í kórinu, styrkinn í mjöðmunum og síðan reisum við okkur upp. Hægri höndin teygir sig fram, vinstri höndin teygir sig aftur. Hér ætti að velja á milli að horfa til vinstri eða horfa aftur. Og aftur hér veljum halda stöðunni eða fara lengra þar sem vinstri hönd kemur á aftanvert hægra læri, hægri höndin upp og pínlítið aftur. Mjaðmirnar aðeins framar, flott, bringan hærri upp. Í 3, í 2 og hendur niður, sikkurum einu við fótinn, stígum aftur í planka, yogis choice, flæða í gegn eða hitta okkur inn í niðurhundi. Pressum lófunum niður, ýtum mjöðmunum aftur. Nú ætlum við aðeins að byrja að pikka upp hraðan. Komum saman við fæturna.
eða pikka upp hitann, það kannski betur að segja. Komum fram inn í planka, fæturnir eru saman. Nú ætlum við að færa þyngdina í vinstri höndina og við ætlum að teygja hægri höndina upp í loft og við erum komin inn í side plank. Höldum mjöðmunum hátt uppi, pressum vinstri lófanum niður, finnum styrkin í vinstri öxlinni. Mjaðmirnar aðeins herra. Þá ætlum við að slæta hægri fæti upp eftir vinstri fæti, naflinn inn og síðan ætlum við að stíga hægri fæti fremst á dýnuna. Akkurat. Vinstri höndin niðri, hægri höndin uppi, þú ert að gera alveg rétt. Pössum að hægra hnéð vísi fram, pressum vinstri hælnum aftur, naflinn inn og eins og áðan þá reisum við okkur upp, hægri höndin aftur, vinstri höndin fram, simple twist. Finnum hérna, virknin í kórinu, hitan í kórinu, pressa hérna, hælnum á vinstri aftur. Lyfta sér aðeins betur upp og næsta staða stríðsmaður 2, hægri höndin fram og vinstri höndin aftur. Beygjum hægra hnéð vel og hérna vinstri hællinn aftar en tærnar á vinstri. Naflinn inn, lengjum í gegnum fingurna. Í 3, beygjum hægra hnéð aðeins betur. Flott. Í 2, tósum naflann inn. Og 1, réttum úr fremri fætinum, næsta stað Trikonasana. Þannig að hérna ætlum við að passa við sem ekki að læsa hnjánum, teygjum hendurnar í sundur, ítum vinstri mjöðminn aftur og komum inn í stöðuna. Vinstri höndin teygir sig upp og hérna finnst mér gott að hugsa að ég sé að færa ofanverðan líkama í átt að vegg sem hægra megin við dýnuna. Þannig ég halla mér pínlítið aðeins við vegg, tósa hægri mjöðmina betur undir mig, flott. Finnum styrkin í kórinu, lengjum í gegnum axlirnar, pressum vinstri fætinum niður og naflinn inn, reisum okkur upp, sterkir fótleggir, beinir handleggir. Nú ætlum við að snúa tánum í áttina til vinstri, setja hendurnar á mjaðmirnar, beygja frá þeim og koma inn í Prasarita. Hendur áfram á mjöðmunum. Höldum styrkin í kórinu, finnum virknina hérna, lengjum í gegnum hvirfilinn og slökum niður. Hendur niður undir öxlum. Getum jafnvel gengið höndunum aðeins nærði að fara á milli fótleggja. Höfuðið þungt, mjaðmirnar uppi. Pössum hérna að yfirrétta ekki hnén, viljum frekar microbend. Og næsta innöndun finnum flatt bak, horfum á punkt, niður á dýnunni, naflinn inn, hendur á mjaðmir, reisum okkur alla leiðina upp. Nú ætlum við að koma inn í gyðjuna, þannig að tærnar út, hælarnir inn, hendur í kaktus og setjumst inn í stöðuna. Bringan uppi, íta hnjánum aftur. Höldum hér eða komum upp á tærs. Akkurat, mjaðmirnar aðeins dýpra niður. Naflinn inn, róum beinið pínlítið betur undir, 3, 2 og hælarnir niður, teygjum hendurnar upp, réttum úr fótleggjónum, snúum okkur yfir fremri fótinn, setjum báðar hendur niður, sitt hvoru megin við hann, lófarnir niður og stígum aftur í planka. Yogi's choice, flæða í gegn eða hitta okkur inn í niðurhundi. Þá tökum við hina hliðina, seinni hliðin alltaf auðveldari að því við vitum hvert við erum að fara. Fyrsta skref, saman með fætur. Komum fram í planka. Hægri höndin niðri, vinstri höndin teygir sig upp, side plank. Lengjum í gegnum fingurna og pressum hægri lófanum niður. Naflinn inn, mjaðmirnar hátt upp og hérna slætum vinstri fætinum upp eftir hægri. Finnum styrkinn og stígum fætinum fremst á dýnuna. Vinstri höndin áfram að teygja sig upp, hægri höndin áfram þung niðri, naflinn inn, sterkar mjaðmir og við reisum okkur upp. Hægri höndin teygir sig fram, vinstri höndin aftur og við erum að snúa upp á okkur. Lengjum í gegnum hvirfilinn, pressum í gegnum aftari hælinn.
Næsta staða, stríðsmaður 2, vinstri höndin fram, hægri höndin aftur. Og hérna viljum við að hællin á hægri sé aftar en tærnar á hægri. Góð beygja á fremra hnénu, handleggirnir í beinu framhaldi af hvorum öðrum. Frábær tími til að minna sig á ásetningin. Og við réttum úr fremri fæti, pössum að hvorugt hnéð læst. Trikonasana, hægri mjöðminn aftur, vinstri höndin fram og niður, hægri höndin upp. Og aftur hérna, ímyndaður veggur vinstra megin við okkur, við höllum efri parti líkamanns að honum. Rúllum vinstri mjöðminni aðeins betur undir okkur, lengjum í gegnum báða handleggi, 3, 2, finnum styrkin, reisum okkur upp, beinir fótleggir, beinir handleggir, snúum tánum til hægri. Naflinn inn, hendur á mjaðmir, beygjum frá mjöðmunum, kollurinn niður, finnum fyrst hérna stöðuna með hendur á mjöðmum. Þannig ætlum að finna ekstra vel hvað við þurfum mikið að virkja korið, hvað við þurfum mikið að virkja fram yfir lærin til að pressa okkur saman. Þannig að hérna, leyfa höfðinu að slaka niður, leyfa rófubeinu að rúlla upp, leyfa þyngdinni að fara fram í átt að tánum og þá höldum við þetta allt, slökum höndunum niður og notum hendurna til að hjálpa okkur. Þannig að við ætlum ekki að missa styrkinn, við ætlum að halda í hann en bæta handleggjanum við. Þyngdin pínlítið framar, í 3, í 2, og hendur undir axlir, finnum flatt bak, síðan hendur á mjaðmir, naflinn inn, reisum okkur upp, hælarnir inn, tærnar út, gyðjan, hendur í kaktus. Lendum inn í stöðinni, viljum beygja hnén vel, akkurat ýta hnjánum aftur, rúlla rófubeinu undir. Upp á tær, 3, flott, naflinn inn, 2, axlir fyrir ofan mjaðmir, 1, og hælarnir niður, hendurnar upp, réttum úr fótleggjónum, snúum okkur yfir fremri fótinn, setjum báðar hendur niður í gólf, sikkurum megin við hann, stígum aftur í planka, yogis choice, flæða eða hitta okkur inn í niðurhundi. Djúp öndun. Tökum eftir því hvernig okkur líður í líkamanum. Þá komum við niður með bæði hnén í sundur, stóru tærnar saman, setjumst á hælana, hendurna fram, staða barnsins. Leyfum okkur hér að gefa eftir, þyngja mjaðmirnar niður í átt að hælunum. Og ef við erum hérna í stöðunni og finnum að við erum farin að setja svolítið góða þyngd í olnbogana, sjáum hvort við getum rétt aðeins betur úr handleggjónum eða teygja hendurnar framar. Setjum aftur fókusinn á öndunina ef hann hefur farið eitthvað annað. Varlega komum aftur inn í hundinn sem horfir niður. Axlabreidd milli handa, mjaðmabreidd milli fóta. Þá lyftum við hægri fætinum upp. Beygjum hnéð, færum hægri hæl í átt að vinstri mjöðm. Þannig að við erum að opna, þrífætur hundur, opnum. Yes. Hællin í átt að vinstri mjöðminni, pressa lófunum niður,
Hérna getum við horft undir vinstri öxlina, reynt að sjá fótinn. Nú komum við upp á tær á vinstri. Flippum yfir inn í flip dog eða wild thing. Þannig að það skiptir hérna máli hvort við séum að beygja vinstra hnéð eða halda því í beinu, veljum okkar útgáfu, mjaðmyrnar hátt upp, bringan hátt upp og erum að teygja vinstri höndina fram. Pressum iljunum niður, lyftum mjaðmunum hærra, þá hægri höndin niður í átt að gólfi, hægra hné undir bringu, tiger curl. Næsta staða er fallen stars, þannig við lyftum vinstri höndin upp í átt að lofti, horfum til vinstri, höldum hér eða spörkum fætinum til vinstri. Akkurat, lyftum hælnum aðeins hærra, 3, mjaðmyrnar upp, flott, 2, og höndin niður, hnéð aftur undir bringu, naflinn inn, stígum fætinum milli handa, höldum höndunum niður í gólfi, naflinn inn og nú ætlum við að tosa vinstra hné undir bringuna, gera okkur að lítilli kúlu, naflinn inn og svo ætlum við að halda hné og bringu saman og standa upp. Yes, föðmum hnéð að okkur, pressum okkur saman, pressum svolítið á mjaðmaliðinn. Nú ætlum við að koma inn í stöðu þar sem við erum að vinda upp á okkur. 2 option, annað hvort. Hægri hönd grípur vinstra hné, vinstri hönd kemur á vinstri mjöðm. Eða hægri hönd grípur utanvert vinstri fót og höndin hin er á mjöðminni. Ef að hönd er á hné, hald henni þar. Ef hönd er á utanverðum fæti, rétt úr fætinu. Síðan ætlum við að horfa til vinstri eða aftur. Lengjum í gegnum hvirfilinn, pressum hægri fætinum niður, höldum hér og sama hvora stöðuna við völdum fyrir fótlegginn, ætlum við að teygja hendurnar í sundur. Vinstri höndin aftur, hægri höndin fram, naflinn inn, lengi í gegn. Næsta staða, hálf máni. Þannig við erum hér, hægri höndin niður, vinstri höndin upp og vinstri fóturinn aftur. Lengjum í gegnum hælinn, lengjum í gegnum hvirfilinn og hérna er hægt að fara inn í sugar cane þar sem við beygjum vinstra hnéð, grípum ökklan og opnum betur inn í mjöðmina. Höldum hér í 3, í 2, ef við grípum fótinn, sleppum honum, lengjum í gegnum hælinn, næsta staða, skandasana eða surfers lunge. Vinstri fóturinn lendir aftast á dínu og við beygjum hnéð og setjumst inn í stöðuna. Slætum hægri hælnum frá okkur, reynum að færa vinstri hælinn niður í gólfið, höldum stöðunni, pressum í gegnum hægri hælinn, kreppum ökklan vel, bringan upp, nota vinstri olnbogann til að ýta hnénu svolítið frá sér, í 3, í 2 og þá koma hendur niður innan við hægri fótinn og við erum lent inn í lizard. Hérna getum við valið upp á tábergi á aftari fæti eða setja hnéð niður. Veljum á milli upp á höndum eða koma niður á olnboga. Sama hvort við völdum, hérna ætlum við að láta hægra hnéð vísa beint fram. Þannig að virkjum svolítið innanvert lærið. Pressum í gegnum aftari hælinn ef hnéð er uppi. Og hérna viljum við passa að við séum ekki að búa til krippu á bakið. Þannig að ef við erum að horfa beint niður, prófum að horfa pínlítið fram. Smá stund í viðbót, 3, 2. Ef við komum niður á olnbogana þá ætlum við að koma upp á hendur. Ef við fórum niður á hné þá ætlum við að koma upp á tæra á aftari og núna ætlum við að finna styrkinn í korinu, færa þyngdina fram og við ætlum að stíga vinstri fæti utan við vinstri hönd. Yogi squat. Yes. Akkurat. Mjaðma opnun. Ítum hnjánum í sundur. Hendur annarkvort í bænastöðu eða niður í gólfi til að styðja við okkur. Í 3,
í 2 og hérna 2 option. Annað hvort hendurnar niður og við komum upp í kráku eða krana eða við ætlum að halda áfram að vera í stöðunni sem við erum í. Halla þyngdina fram í hendurnar og reyna að lyfta öðrum hælnum upp í einu. Helga ætlar hérna að taka kranan þar sem hún setur hnén inn í handakrikana eða nálægt og reynir að lyfta hælunum upp og síðan rétt úr handleggjónum. 3, 2, hittumst í planka. Yogis choice, flæða eða hitta okkur inn í niðurhundi. Akkurat, vel gert. Finnum niðurhund. Hin hliðin, léttari hliðin. Lyftum vinstri fætinum upp. Beygjum hnéð, opnum inn í mjöðmina. Hátt upp með utanvert hnéð, pressa báðum lófum niður, jafnvel horfa undir eða yfir hægri öxlina og reyna að sjá fótinn. Næsta skref upp á tær á hægri, wild thing eða flip dog, þar sem að vinstri fótur fer hægra megin við dýnuna. Hérna er annaðhvort hægt að halda báðum hnjánum beygðum eða rétta úr hægri fótlegg. Mjaðmirnar hátt uppi, bringan hátt uppi og hún er líka að teygja sig í átt að hægri höndinni. 3, 2 og vinstri höndin kemur niður. Vinstra hné kemur undir bringu, tiger curl. Næst er það fallen star. Hægri höndin teygir sig upp og við horfum til hægri. Lengjum í gegnum fingurna. Halda hér eða rétta úr vinstri fæti. Reyna að halda honum fyrir ofan gólfið. Mjaðmirnar hátt uppi. 3. Mjaðmirnar hærra. 2. Og hægri höndin niður, vinstra hné undir bringuna. Tiger curl. Fóturinn milli handa. Höldum höndunum niðri og tósum hægra hné undir brjóstkassa. Lítil kúla. Og hérna ætlum við að reyna að halda hnénu nálægt bringunni, halda styrknum í korinu og við ætlum að standa upp. Halda hnénu nálægt okkur, faðma svo hnéð að okkur. Finna styrkin í korinu. Næst er það vindan. Við ætlum að endurtaka sömu útgáfu við tókum á hinni hliðinni. Þannig ef við héldum hnénu beygðu, þá ætlum við að halda því beygðu aftur. Ef við réttum úr, þá ætlum við aftur að rétta úr. Finnum okkar útgáfu á stöðinni. Hægri höndin á mjöðmina, sama hvað. Lengi gegnum hvirfilinn, sama hvort við völdum. Naflinn, lengja upp og síðan ætlum við að opna faðminn. Halda stöðinni án þess að styðja við fótlegginn. Flott. Lengjum í gegnum fingurna, lengjum í gegnum hvirfilinn. Næsta staða, hálfmáni, vinstri höndin niður, hægri höndin upp. Hægri fóturinn teygir sig aftur, erum að opna á mjöðmina. Höldum hér eða komum inn í sugar cane, þar sem við grípum fótinn, opnum betur inn í mjöðmina. Djúpöndun. Ef við dettum hér, þá komum við bara aftur inn í stöðuna, nægur tími. Og ef við grípum fótinn, þá ætlum við að sleppa honum, teygja hann aftur, byrja að beygja vinstra hnéð svo hægri fótur geti lent aftast á dýnunni, skandasana. Hægra hnéð beygist. Notum hægri olnboga til að ýta hægra hnénu út. Hérna getum við slætað vinstri hælnum svolítið frá okkur. Notað olnbogann til að ýta á hnéð. Í 3, í 2 og næst er það lizard. Við beygjum vinstra hnéð, göngum höndum innan við fótinn og hérna viljum við spegla hina hliðina. Veljum sömu útgáfu á stöðuna og við tókum þar. Munum optionin eru að vera niður á hné á hægri eða upp á tábergi, vera upp á höndum, niður á framhandleggjum. Sama hvað við völdum, reynum að vísa vinstra hnénu fram, þannig við finnum styrkin í innra verðu læri. Pressum í gegnum hælinn. Lengjum í gegnum hvirfilinn.
Djúp öndun. Leyfum mjöðmunum aðeins að slakna niður. Ef við komum niður á olnboga, komum upp á hendur. Ef við komum niður á hné, komum upp á táberg. Finnum styrkinn í korinu. Færum þyngdina fram, skjótum hægri fæti, hægra megin við hægri hönd. Malasana, yogi squat. Hérna getum við nota olnbogana til að ýta hnjánum út. Lyftum bringunni hátt upp. Kráka eða krani, eða höldum stöðunni og setjum hendur niður. Sama hvað við völdum, við erum varlega að færa þyngdina í hendurnar. Það annaðhvort hægt að gera stöðuna þar sem olnbogarnir eru innan við hnén og við erum að ýta hnjánum saman og olnboganum út, eða koma í stöðuna sem að Helga að gera, þar sem hnén fara nálægt handakrikanum og við nýtum upphandleggina eins og hillu. 3, 2, skjótum okkur aftur, planki og í seinasta skipti í dag, Chaturanga. Upp hundur, opna vel, ná í súrefni og niður hundur. Vel gert. Þá lyftum við hægri fætinum hátt upp. Færum hægra hné fyrir aftan hægri úlnlið. Næsta stað dúfan. Setjum sköflunginn niður, tosum fótinn aðeins fram, göngum vinstri fætinum lengst aftur og hérna ef við erum komin í stöðuna og finnum að mjaðmirnar ekkert alveg til í þetta í dag, þá er líka hægt að leggjast á bakið, taka annan ökkla, setja ofan á hitt lærið og grípa svo aftan við. Þá erum við komin í liggjandi fjarska, í rauninni sama stað og Helga í nema liggjandi á bakinu. Göngum höndum sikkurum megin við mjaðmirnar þannig við erum svolítið að reisa okkur upp. Lyftum bringuna aðeins upp og síðan varlega byrjum við að halla fram. Hendur koma fram, jafnvel teygja sig fram og slökum svo kollinum niður. Djúp öndun. Í stöðu eins og þessari, þá finnst okkur stundum eins og líkaminn sé að vinna á móti okkur. Við erum að reyna að fá hann til að slaka og eina sem það gerir að spennast upp á móti. Þannig að það sem við viljum svolítið vinna með hérna að nota hverja fráöndun til að gefa eftir. Þegar líkaminn spennist upp, þá meðvitað slökum við á móti. Í jóga oft talað að við geymum tilfinningarnar í mjöðmunum. Þannig að alls konar sem getur komið upp í þessari stöðu. Seinustu andadrættirnir. Og varlega göngum okkur upp á hendurnar. Pressum lófunum niður og stígum aftur inn í niðurhund. Lyftum vinstri fætinum upp, færum vinstran hné að vinstri úlnlið, sköflungurinn niður og við tosum fótinn svolítið fram. Göngum hægri fætinum vel aftur. Sama hérna, auðvitað í boði að taka styttri útgáfuna þar sem við liggjum á bakinu og föðmum annað hnéð að okkur. Annars ætlum við að vera hérna í stöðunni, setja hendur sikkurum megin við mjaðmirnar, lyfta bringunni svolítið upp, þyngja mjaðmirnar niður, halda mjaðmunum þungum og halla fram. Teygja hendurnar fram og slaka niður.
Þegar við komum á seinni hliðina, þá oft eins og tíminn líði aðeins hraðar. Það auðveldara að slaka inn í stöðuna, auðveldara að gefa eftir. Nýtum hverja fráöndun. Þessi náttúrulega mýkt sem kemur alltaf þegar við öndum frá. Vinnum með henni frekar en á móti henni. Ef við erum komin frekar djúpt í stöðuna og finnum eins og teygjan sé að minnka, þá alltaf hægt að ganga hægri fætinum aðeins aftar. Seinustu andadrættirnir. Og við komum upp á hendur. Og núna ætlum við að færa þyngdina til vinstri. Við ætlum að sveifla hægri fætinum fram og koma inn í full pigeon. Hérna viljum við hafa fót og ná hné og ná fæti. Þessi staða getur litið alls konar út. Ef að efra hnéð langt frá fætinum, þá hægt að grípa kubb og setja undir og slaka þannig. Og ef við finnum í þessari stöðu sem frekar algengt, að mjaðmirnar ekki að vinna með okkur, þá líka hægt að rétta úr fætinum sem undir og vinna bara í svona hálfri útgáfastöðunni. Ef við erum komin á þann stað að við getum lengt úr okkur, getum andað, þá næsta skref að halla fram, lengi gegnum hvirfilinn, opnað á utanverða mjöðm á fætinum sem ofan á. Djúp öndun í 3, í 2 og varlega komum upp. Réttum úr fótunum, beygjum hnén aðeins til skiptis. Og nú það hægri fóturinn sem fer undir, vinstri fóturinn sem fer ofan á. Við erum hérna að reyna að ná sköflungunum samsíða styttri partinum af dýnunni. Eins og ég sagði áðan, þessi staða getur litið út alls konar, en það sem við erum að reyna að fá hérna þessi teygja utanvert á mjöðmina og svolítið niður eftir fótleggnum á fætinum sem ofan á. Sama hérna, ef við erum komin inn í stöðuna og líður ágætlega, þá næsta skref, anda inn, beygja frá mjöðmunum og halla svolítið fram, dýpka aðeins teygjuna. Djúp öndun. Og varlega komum upp, hendur fyrir aftan mjaðmirnar, hristum aðeins fótleggina. Þá ætlum við að koma saman með iljarnar, hnén í sundur, komin í Barakonasana. Færum hælana frekar nálægt mjöðmunum. Við ætlum að pressa saman kálfa og læri, báðum megin, lyfta bringun upp, ýta hnjánum niður, horfa á fæturna okkar. Þumlarnir fara á iljarnar, fingurnir fara á ristarnar. Þá ætlum við að ímynda okkar að fæturnir séu bók og við ætlum að opna bókina. Þannig að iljarnar fara í áttina því að vísa upp.
Bringan upp og síðan höllum við fram. Höldum hnjánum nálægt gólfinu. Ýtum setbeinunum aftur. Höldum í styrkin í fótleggjunum með að pressa saman, erum eins og að loka hnjánum meira. Og ef við erum komin hérna inn í stöðuna og olnbogarnir eru farnir að vera fyrir okkur, þá bara ganga höndunum fram og koma dýpra inn í stöðuna. Seinustu 5, 4, 3, 2 og við göngum okkur tilbaka, grípum undir sitthvort hnéð, færum hnén saman, föðmum þau að okkur og komum á grúfu. Gott að leyfa enninu bara að hvíla á hnjánum. Teygjum svolítið á bakinu með að leyfa handleggjónum að halda okkur uppi. Og þá horfum við fram, grípum aftan við lærin okkar. Næsta stað er báturinn. Tökum smá í lokin, lyftum fótunum upp í línu við hné, lyftum bringun upp og hérna ætlum við að halda stöðunni, finna styrkin í korinu og kannski teygja hendurna fram. Bringan upp, naflinn inn. Höldum hér eða réttum úr fótleggjum, þannig við teygjum tærnar fram. Höldum tám í sömu hæð og augun, lyftum bringun upp, seinustu 5 höldum hér eða teygjum hendur fyrir ofan höfuð, verum stórt vaff, 3, 2 og varlega slökum við alla leiðina niður á bakið, hendur meðfram hliðum, gott bil á milli fóta. Tökum djúpa öndunin nefið, fyllum lungun, höldum loftinu inni og sleppum. Einu sinni svona, öndum inn, fyllum lungun. Nú ætlum við að kreppa ökklana, spenna hnefana, gretta andlitið, 3, 2 og sleppa. Erum lent inn í loka stöðunni. Ég veit að það er auðvelt að þegar við erum heima að sleppa þessari stöðu, en þessi staða er jafn mikilvæg og allar hinar. Tækifæri fyrir líkamann til að vinna úr öllum upplýsingunum. Í þessari stöðu erum við hætt að stjórna önduninni. Nú gerist hún bara sjálfu sér. Og hérna getur við valið að halda áfram í smá tíma í viðbót í slökunni. Ég þakka kærlega fyrir mig. Namaste.